Jæja, Hákon heilsar ykkur. Ég eins og ég Hvernig á ég að vera eitthvað annað? Hjartanlega velkomin í Hákon. Jæja, hérna allir í fantastiði. Jæja, Hákon mættur hérna í gleðigönguna. Hún að fara að rúlla á stað. Já, og þú búinn að dressa þig upp. Yes. Þetta búið að taka langan tíma? Klukkutíma. Klukkutíma? Já. Já, það kannski aðeins meira en svona, kannski hefðbundið það ekki? Já. Út af kannski það svona hátíð. Já. Og ég nú að segja það að þú lítur rosa vel út. Takk. Ég nú kom með eina stöllu, Völu Grand. Hæ! Mér langar nú að segja að þú svolítið grand í dag. Lít ég svolítið grand í dag? Já. Nei, vá, takk æðislega fyrir það. Ég ekki frá því að þú svona lítur kannski hvað best út hérna. Í alvörinni? Já. Oh my god, ég svitna bara. Ég líka, ég svolítið vel klæddur líka, sko. Ok. En hvernig stemningin? Ertu ekki bara spennt? Jú, geðveislega spennt. Verður ekki rosa gaman í dag? Jú, vonandi verður geðveislega gaman í. Já. En ég bara, þú veist, ég svo spennt að ég alveg, en samt. Ég held að það séu allir svoleiðis, sko. Já, mér lakkaði út eftir hvernig þetta kemur út. Já, þetta bara snilt. Fæ ég kannski kost á kinnina? Hæ? Fæ ég kost á kinnina? Já. Takk hérlega fyrir. Það lítið. Yes. Hæ! Já, þetta var snilt. Þetta skil ég ekki, sko. Ég ætla að segja bara gleðilega hátíð. Takk fyrir. Góða skemmtun. Takk fyrir. Þið eru flottir. Já, við erum flottir. Þú líka. Hvaða númer hvað þessi ganga í ykkur? Önnur. Önnur? Já. Já, ykkur önnur ganga? Nei, veit það ekki. Nei, en þetta ganga númer 2 í ykkur? Já, ég veit að þú, það hinsegin. Ég veit það ekki. Þetta hinsegin ganga, já. Já, hinsegin ganga. En ég segi bara skemmt ykkur vel. Já, sömuleiðis. Þú ákveðið að dressa þig upp líka? Með bindi? Já, með. Jæja, ég búinn að grípa hérna einhverja dúllu. Hérna, ég sé að þú komið rós. Já, auðvitað fæ ég rós. Mátti ekki gleyma því, ég var fyrsti stjórnmálamaðurinn sem hélt ræða á Gæfræð þegar það byrjaði á Ingólfstorgi. Já, þannig þú svona brautryðjandi hvað það var það? Í pólitíkinni. Já, í pólitíkinni, auðvitað lítum á það svoleiðis. Mér finnst þetta rosalega fínt og merkilegt hvernig það þróast og það sýnir það að réttindi samkynhneigðra, þetta orðið bara partur af inngróinni réttindavitund allra á Íslandi. Já. Þetta orðið mesta hátíðin sem haldin á Íslandi í dag. Algjörlega, þetta alveg ótrúlegt sko hvað þetta hefur breyst á svona stuttum tíma í rauninni í þjóðsögunni. 20 árum, algjörn breyting á 20 árum. Já, og þú veist, sjá þessa gleði og þessa ánægju sem ríkir með allum. Þetta er bara dýrlegt að sjá þetta. Þetta æðislegt. Ég líka truflað að hafa það gott vinnur. Takk fyrir. Já, ég var nú ekki hvað þessi heitir, en hann í stjórnmálunum. Já, Kami. Hæ. Ég hérna kom með kúliskeggjaðan og myndarlega mann. Hvað er það? Sætlir, þú hefur nú verið að svona gera garðinn frægan þessa dagana. Til dæmis með laginu með Bubba, Refur Refur. Já, Úlfur Úlfur. Og Úlfur Úlfur. Refur Refur, það er sama. Já, þetta er svona samheiti bara. Og já, hvað dregur þið hingað? Bara fjör? Gleði, tónlist? Menna, það er ekkert að vera neist annar staðar. Sjáu þetta. Hvað er þýrst að vera bara þarna?
Já, ég held það, en svona, þannig ég kom mér að efninu, þá er ég hérna svona framinn og frægðin svolítið að heilla mig. Já. Og nú ertu honum frægur. Já, það gengur mjög vel í músíkinni, sko. Já, heldur það að það sé svona, kannski einhver leið sem ég geti farið, það er kannski... Hvað, að vera frægur? Já, eða kannski hvaða leið kannski, tónlistin eða... Tónlistin, dansinn, þú getur alveg verið frægur kokkur og... Það eru svo margir núna. Já, það er kokka? Já. Það er líka margir að spila. Það er líka margir í músíkinni. Það er margir í músík líka, sko. Já, en ég hérna, bara mér er svo gaman að hafa hitt þig. Já. Alltaf gaman að hitta aðra fræga. Já, gaman að því. Þú ekki að annar hitta mig líka? Jó, bara að koma hérna. Það er takk maður. Já. Vás! Já, eitthvað fólk. Til einhver að kveðja ykkur á þessu nótum. Það er búið að vera stuð hjá mér í göngunni. En hún er bara að verða búinn og fjörið að fara að byrja. Ég ætla að fara að vinda mér í fjörið. Ég ætla að segja ykkur bara það að þó að maður sé hommi, það væri allt í lagi.